Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð. Við höldum áfram með liðinn óþekkti þingmaðurinn. Í því tilliti reynum við að varpa ljósi á fólk sem hefur nýverið kjörið á þing. Stundum þetta nú einstaklingar sem við þekktum af öðrum störfum. En hvaða innri mann hefur þetta fólk að geyma? Það nú svona megin rannsóknarspurningin og tilgangurinn með þessum viðtölum. Við leitumst við að draga hið mannlega fram, manneskjuna á bakvið aðilann sem þið sjáið í ræðupúltinu þegar við fylgjumst til dæmis með þingstörfum Alþingis í beinni útsendingu. Og í dag hingað kominn góður gestur, María Rut Kristinsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú ert þingkona Viðreisnar í Norðvesturkjördæmi. Já. Ekki alveg blaut á bak við eyrun vegna þess að þú varst varaþingkona. Þannig að við sáum aðeins til þín á kjörtímabilinu undan því sem að núna er. En mér langar bara til þess að byrja á byrjuninni, fara með þig aftur, fara með þig vestur og biðja þig að segja okkur hvar þú ólst upp, við hvaða aðstæður og svona hvað kemur upp í hugan. Hver var fyrsta minningin? Fyrsta minningin? Já, sko, ég alveg upp vestur á fjörðum. Já. Í litlu sjávarþorpi sem heitir Flateyri. Já. Og það var alveg ótrúlega mikið frelsi sem fólst í því að alast upp í þessum litla bæ. Já. Og fyrsta minningi mín eiginlega svolítið svona ljóðræn. Ég með ömmu minni, Jóhannu Kristjánsdóttur, og við erum að ganga í firðinum og við heyrum í læk og sem niður fjallið, en það klakabelti yfir honum. Og amma mín kennari og sérkennari og menntunarfræðingur, og ég veit ekki hvað hún ekki þegar það kemur að því að fræða og kenna. Og ég man bara svo vel að amma, við hægðum svona á okkur og hún vildi sýna mér hvernig þetta geti gerst, að við heyrðum í læknum en sáum hann ekki. Og amma var óþreytandi í því að þvælast með mér, og ég var eina barnabarni svolítið lengi. Þannig að við vorum svolítið teymi, ég og amma, og svo reyndar mamma hennar, langamma mín, sem hét María Jóhannsdóttir. Dagarnir mínir svona framan á Flateyri voru svolítið einkenndu stað samveru með þeim tveim. Og þær byggu saman á Flateyri. Þannig að ég eftir skóla og svona í barnæskunni þá eru minningarnar mínar mjög mikið heima á Eiraveginum hjá ömmu Mæju. Já, börn sem alast mikið upp með fullorðnu fólki, þau hafa nú þá tilhneigingu stundum að verða svolítið öðruvísi heldur en önnur börn. Já, ég hef alveg oft sagt það, ég var nú kannski pínu sérkennileg hvað það varðar, að ég sóttist meira í það að fara heim til ömmu sem var fædd 1907. Já. Og hún sat yfirlega í ruggustólnum heima hjá sér með einhverja óperu í gangi, og ég fór til hennar og ég æfiði mig á píanóið og svo var það þannig að hún fékk mjög oft vinkonu sínar í heimsókn, og þær spiluðu saman spil sem heitir Kanasta. Já. Og ég var yfirlega fjórði spilarinn, leikmaðurinn. Þannig að ég kannski 6, 7, 8 ára sat þarna í borðstofunni með þeim heldri konunum á Flateyri og lærði mjög snemma að spila. Og það var alveg ótrúlegt hvað þær höfðu mikla þolinmæði fyrir litla barninu sem hafði svona ótrúlega áhuga á að hanga með þeim. En það vantaði fjórða mann? Það var nefnilega lykilatriði að fá inn fjórða mannin. Og amma Langamma, ég kallaði hann alltaf ömmu Langammu, vegna þess að hún var framan af alltaf eina amman. Og svo flutti Jóhanna, amma mín, hún hafði verið skólastjóri í Öskjuhlíðaskóla í áratugi.
og langamma mín veikist og hún kemur ætla bara að vera 1 vetur til þess að svona hlúa að henni og ílengdist síðan eins og frægt og gerist oft svona heima. Þannig að það var svona vandamál þegar að sko amma mætti, þá var ég nú þegar með ömmu, þannig ég fór að kalla hana bara ömmu langömmu og hún hafði alveg ótrúlega þolinmæði fyrir mér og hún var organist í Flateyrarkirkju alla tíð og ég æfði á píanó og hún satt með mér alveg þolinmóð að kenna mér, ég var með svo frekar stuttan þráð sko. Og hún alveg bara kendi mig það að þegar hlutirnir gangi ekki upp þá þarf maður bara að gera betur og æfa sig meira. En þær stöllur sko, spilakonurnar 3 sko, þær voru ótrúlegar og sátu við og spiluðu bara daginn út og daginn inn og svo var alltaf gerð pása upp úr klukkan 6 eða 18:00 og þá náði amma oft í sherryglös og setti 3 glös á borðið fyrir vinkonurnar og ég fekk kannski epladjús eða eitthvað með vegna þess að amma langamma var með eina reglu og hún var svo að það bannað að drekka dag eftir dag en kvöld eftir kvöld í lagi. Þannig að þær kunni nú að lifa þarna á Flateyri á 9. áratugnum sko. Sko þetta lýsir nú ansi miklum kúltúr. Já, það gerir það. Já, og það er svona smá Agathu Christie blæðir yfir þessu ná bara þú skiptir út teinu í staðan fyrir sérið og kannski Brits í staðan fyrir það sem þið spiluðu. Kanasta, já, hún spilaði reynda líka Brits sko og mikið spilað en langamma mín sko lendi því sko að hún verði mjög ung ekkja og elur upp sko ömmu mína og bróður hennar sem einstæð móðir bara snemma á 5. áratugnum og var símstöðvarstjóri á Flateyri samhliða þannig að hún var útivinnandi líka. Já, sem náttúrulega var ekki algengt á þeim tíma. Nei, þannig að móðir hennar og systir hennar, móðursystir hennar þær bjuggu heima og tóku svolítið húsverkin og sáu heimili þannig að þetta var sannkallur kvennafans. Þetta eru konur að hjálpa konur að gera hlutina saman. Já, og þannig að amma Jóhanna, þess að dóttir hennar hefur talað mikið uppeldi sitt sko, hvernig það var að alast upp sko við þessi gömlu gildi frá ömmu sinni og ömmu systur og öll þessi ýmsu handverk og húsverk og þetta sem að hún hefur reynt að trúa það í kollin á mér líka með misjöfnum árangri. Þú kannski hefur orðið svona funky blanda annars vegar af mjög svona gömlum siðum og gömlum gildum og svo modern. Já, svolítið. Þetta eru rætur sko. Þetta eru sannarlega rætur og góða rætur að hafa og ég hef oft talað það að svona aukin kynslóðablöndun mjög góð sko. Ég hef mjög gott að því að alast upp við það að hlusta á töfraflautuna og dettin í einhvern ímyndaðunar heim þar sem ég var Pamína og hélt þarna á Pamínó. Nei, ég var Pamínó reyndar og sem prinsinn sko, hélt alltaf á dúkku sem var Pamína sem var kannski vísir að einhverju sem að síðar kom í ljós að ég samkynhneigð og allt þetta, kannski var þetta einhver vísin þá. En þetta var alveg svona minn griðarstaður af því að auðvitað var það að alast upp á Flateyri á þessum tíma ekki endilega auðvelt og Þá ertu að vísa til hvers? Ég að vísa til þess að ég 6 ára þegar að snjóflóðið á Flateyri fellur. Já, og sá minningar heimur alveg galopin. Já, og ég auðvitað bara, ég hef oft talað það að upplifa þennan atburði í innlægni barnsins eitthvað svona sem að eftir á hyggja mótar mann mjög mikið. Því trúi ég. Og foreldrar mínir voru ungir og einu augabragði fótunum bara kippt undan samfélaginu. Þannig að það að fara heim til ömmu var alltaf svona skjólið. Einmitt. Já, sko, mistirðu fólk sem var þeirra nákomið? Sko, þegar þú býrði í þorpi, þar sem að eru, 400 manns, þá auðvitað mistu allir einhvern nákominn. Og ég fattaði það ekki fyrir en kannski að ég varð sjálf
mamma mín var 25 ára þegar þetta gerist og ég man þegar ég var 25 ára og ég hugsaði vá, hvað þetta lítur að hafa verið svakalegt að upplifa þetta. Jú, ég meina frændur og barnfóstra mín og fleiri fórust í þessu flóði en flóði tók svo miklu meira með sér en bara mannslífin sem að fóru og það var þetta öryggi sem að þorpið auðvitað misti líka og við kannski kynslóðurnar sem að ölumst upp í skugganum á þessu áfalli höfum svolítið talað það að því í dag þykir mjög eðlilegt að fá sálrænan stuðning og tala tilfinningar og þetta og þó að það sé kannski ekkert langt síðan að þetta gerðist þá var það ekkert endilega mikið norm á þessum tímapunkti. Þannig að ég hef reynt að setja mig í spor fullorðnu einstaklingana sem voru að gera sitt besta eftir þetta en gátu kannski ekki gert betur sko. Og foreldrar mínir eru þar með taldir og svona ýmislegt sem við höfum þurft að gera upp í kjölfarið sko. Já, þessi skaðlegi misskilningur að halda upplýsingum frá börnum og halda þeim liði betur með því að vita ekki það er við höfum komast að því að það var ekki mjög gott veganesti sko. Nei, og þetta á maður minningar af því að nóttina þar sem þetta gerðist og rafmagni fer og venjulega kallaði það svolítið fjör á Flateyri þú veist, framan af það barnaminningar þar sem að rafmagni fór mjög oft og þá fórum við í feluleik og reyndum að stytta okkur stundir með kertaljós og þetta voru svona huggulegar stundir oft en ég man að þarna var eitthvað annað og skelfingin auðvitað svakaleg og þannig eru þetta ekki komið gemsasamband eða neitt þannig að heimasíminn var alveg á milljón sko og bæjarbúar voru í því að hringja í hvorn annan til þess að athuga hver staðan var og svo á maður minningar af bara rosalega brotnu fullorðnu fólki og þegar maður er barn þá er maður ekki vanur að sjá foreldra sína í þeim gír og ég bjó frekar neðarlega eða ofalega í bænum en þó svona til hliðar við flóðasvæðið og daginn eftir erum við flutt neðar og ég og minningar af því þar sem að þú veist, það snjóaði svo mikið að þau þurfti að grafa alla út úr húsunum sínum og svo þetta kvöldið eftir eða 2 dögum seinna þá ég minningar af því þar sem að við sitjum inn í stofu og erum að horfa á kvöldfréttirnar og myndirnar birtast af þeim sem að var annars vegar saknað og svo þau sem voru látin og það er svona augnablik þar sem ég held að svona þessar aðstæður þyrmdu yfir alla og fólk svona átti að sjá því hvað raunverulega hefði gerst og svo stuttu seinna förum við bara til Reykjavíkur og þú veist 6 ára minningin er þannig að við vorum í mörg ár í Reykjavík mér skilst að hafi verið mánuður eða svo og og einhvern veginn hélt lífið áfram sko en eins og ég segi, ég fór ekki almennilega að fylla inn í þessara eyður sko, hvað þetta þýddi í raun og veru fyrir bara andlega heilsu og líðan þessara einstaklinga fyrir en ég kannski varð aðeins þroskaðri sjálf. Já. Og En þurftur að grípa til einhverja ráðstafana síðar á lífsleiðinni til þess að heila þig eftir þessa erfiðu reynslu? Já, guð mig góður. Jú, það var alveg þannig og eins og ég segi ég held að svona eðlileg bjargráð fullorðinna einstaklinga á þessum tíma sem eru síðan ekki eðlileg var kannski svolítið að deyfa sig áfram, halda áfram með lífið. Fá sér vel í glas Já, ég held að ég hef sagt það sko, ég held að vagnin sem er barinn á Flateyri hafi sinnt svolítið sálfræði hlutverki þar sem fullorðna fólki kom saman og svona reynda að finna út úr lífinu sko. Já. En við börnin kannski þurftum aðeins að finna út úr því á annan hátt. Jú. Það er svolítið þannig. Svo er svolítið okkar saga. En mér finnst þetta viðhorf hjá þér sko að þetta
það svo mikið frelsi í þessari hugsun að sko þegar maður kemst að því að allir hafi verið að beita bestu mögulegu meðulum. Allir hafi verið að gera sitt besta. Það hérna, það losar svo mikið sko að sitja í gremju, beiskju, hlutverki þolandans, fórnarlambsins og vera fastur í einhverju bitur sko. Þetta er vondur staður að vera á. Já, og hérna... Ég hét því sko að ég myndi losna við reiðina áður en ég yrði 35 ára. Já. Og ég held að það hafi svona klárast upp úr 30. Og þá var ég svolítið búin að klára svona minn pakka því marki sem hægt sko. Þú veist, þetta lifir maður með ákveðnum áföllum. Og ég, það alls konar sem gerist í kjölfarið af þessu sem að ég hef þurft að vinna úr og og fyrirgefa og finna leiðir til þess að vera heil manneskja því nú ég sjálf móðir og ber mikla ábyrgð sem slík. Og það eitthvað við svona þetta kynslóðar tráma sem ég hef hugsað mikið og eins og ég lýsti hér á undan þá verður langamma mín ung ekkja og gerir sitt besta. Amma mín síðan verður ung einstæð líka og útivinnandi og var þarna í ábyrgðarstöðu í Öskjuhlíðaskóla og gaf allt sitt í það að standa með börnum sem að kannski þurfti á því að halda að staði væri með þeim. Og en einstæð, þú veist, og með 2 börn og að finna út úr veruleikanum þannig og svo einhvern veginn ég einhver 3. kynslóð inn í veruleika sem að var óhugsandi á Flateyri á þessum tímapunkti og ýmislegt fleira sem að gerist eftir snjóflóði ári síðar ferst æsan sem að var skelfiskbátur á Flateyri og stjúpabbi minn var skipstjóri á þeim bát og var ekki borð en faðir hans lést og það innan við ári frá flóði, þú veist, þannig að þetta ekki lítill pakki sem að á sér stað í þessu litla þorpi á stuttum tíma og ég held að mitt eins og þú segir að þegar manni tókst að horfa á þetta frá því sjónarhorni sko, ekki út frá einhverju sjálflægni eða beiskju eða biturð heldur meira svona út frá heildarsamhengi hlutana þá fyrst fór maður að koma sér upp úr einhverjum hjólförum. Það kemur loftið undir vængina. Já, og að finna þessa mennsku í fólkinu því að það sem að einkennir auðvitað Flateyri og flateyringa gríðarleg samheldni og ég var nú aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar formanns Viðreisnar í 7 ár og hún gerði mikið grína því að það skipti ekki máli hvert við fórum sko að fundi landið, ég fann alltaf Flateyringa sko að því að við stöndum alveg saman og eigum þessa sameiginlegu sögu sem að sársaukafull en það líka ákveðin birta í samheldninni og svona þessum sameiginlega skilningi á kannski því að nýta tímann sinn og vera svolítið vakandi fyrir kannski stóru myndinni og festast ekki of í smáatriðunum sko. Ef ég hefði hittið 15 ára gamla, hverju hefur svarað þegar ef ég hefði spurt þig þá, hvað ætlar þú að verða þegar þú verður stór? Vá, 15 ára María Rut sko. Ég var þá mjög upptekin af því að komast suður í menntaskóla og satt og lærði fyrir samrænduprófin alveg bara lón og dón vegna þess að ég ætlaði að bara breyta heiminum sko. Það var alveg þannig og ég gerði það, ég fór í menntaskóla til Reykjavíkur og allt þetta en 15 ára María Rut var mjög týnd innan í sér og langaði svolítið bara mikið að komast í burtu sko. Varstu komin í einhverja óreglu? Nei, ég var sjúklega skynsum þrátt fyrir allt. Það var alltaf einhver svona samviskusemis vendarengill yfir mér sko, því ég hefði svo sannarlega getað farið á aðra braut. Já. En ég var mjög hrædd við allt sem að hét óvissa. Og eðlimál samkvæmt þá lét ég svolítið vera
svona einhverju óreglu og svo leiðist, og svo ég hafi alveg tekið tímabil í mínu lífi sem var kannski ekki elegant eins og flesti gera, en en 15 ára María Rut var bara mjög áfram að komast í burtu, kannski frá heimilinu sem ég bjó á, og komast í MR, það átti að vera svona stóri draumurinn og sýna hvað ég með bjó, sko, en ég var algjörlega lost það hvað það þýddi, sko, og Latína og gríska, var það eitthvað sem að... Nei, það var eiginlega... Og það orð sem heilluðu þig á þessum tíma? Nei, það var einhvern veginn bara búið að tyggja það ofan í mig að maður yrði ekki neitt nema maður kæmist, sko, á náttúrufræðibraut helst í menntaskóla og aldrei að loka neinum dyrum, og þannig ég bara hlýddi og sótt á náttúrufræðibraut í MR og var mjög vansæl vegna þess að ég hef ekkert gaman af raunvísindum. Og hvað gerir svo? Já, það sem að, ég fer suður 16 ára og flyt heim til frænku minnar og mannsins hennar sem að tóku mér mjög vel og pössuðu mikið upp á mig og ég fer í menntaskólan í Reykjavík og ég man hvað mér fannst ég vera komin í mikla stórborg, komandi frá Flateyri og Ísafirði. Og ég fer í MR og ótrúlega gaman, en það læknaði ekkert, sko, innan í mér. Ég var svolítið að flýja og var þarna á náttúrufræðibrautinni því að það það sem átti að vera skynsamt og gott fyrir framtíðina, og svo á öðru ári í MR þá byrja ég bara að rakna svolítið upp og ég byrja að drekka sumar, ég byrja að prófa það, sko, og það verður að svona flotta lífi og eignast frábæra vini og rosa stórt fyrir svona sveitastelpu eins og mig að tilheyra í svona samfélagi, sko, eins og MR var á þeim tíma. En ég var bara í einhverjum flóttaleik, sko, og hægt og rólega fór ég bara að mæta í tíma og sofandi fram á borð og leiði rosalega illa og enda á því að svolítið klúðra önninni á öðru ári, eiginlega eða svona vísvitandi, sko, og ég tek þá ákvörðun að reyna að komast í MI á Ísafirði. Fara 3. ár þar? Nei, ég fer jólin í MR. Af því að ég þurfti að fara að gera upp mín mál með fjölskylduna mína og svoleiðis. Ég fann að köggullin sem ég hafi kynnt alla í þá 6 ár, hann var bara að losna og ég gat ekki haldið honum niðri lengur. Og ég talaði við ég er svo skynsum, sko, ég talaði við skólastjórnendur í MR og spurði hvort ég geti verið frá í hálft ár og tekið þessa vorun sem sagt á öðru ári í MI og fengið að koma tilbaka næsta haust. Og það var planið, ég ætlaði bara að koma og leysa hnútinn og bara mæta keik til leiks aftur til Reykjavíkur og ætlaði ekkert að gefa upp drauminn MR, sko. Nei. Og ég fer heim og er þarna þessi jól og fer að reyna einhvern veginn eftir fremsta megni að leysa frá ákveðinni skjóðu sem að var mjög erfitt og sneri að ofbeldi sem ég varð fyrir í æsku. Í kringum 10 ára aldurinn? Nei, ég var 12 ára. 12. Og 11 að verða 12 og hafði þagað yfir þessu bara samviskusamlega og það er þannig með svona tilfinningar og ég hef oft sagt það þannig að það er svolítið eins og að vera með suðupott, sko. Ef þú reynir að setja lokið á þá síður upp úr. Og á þessum tímapunkti þá bara sauð upp úr hjá mér. Já. Og ekki mikið skjól, sko, ekki margir til að hlusta á mann heldur. Nei. Tíðarandinni hefur breyst ansi mikið. Já, það er ekki langt síðan, sko, að þetta var. Þetta eru 18 ár. Já. En margt gerst á þessum átján. Þarna var ekki talað ofbeldi. Nei. Og ég hafði ekki neina fyrirmynd. Ég man eftir Telmu Ásdísardóttur. Þegar það mál kom upp, þá alveg þurfti ég að bíta saman varna til þess að segja ekki frá. Þú fengið einhvern faravegi gegnum Gerði Kristnýju sem skráði hennar svo? Já, ég gerði það þó svo ég hafi svo sem ekki lesið bókina fyrir en að ég var fullorðin.
En þetta átti bara í mínum huga að taka bara hálft ár og svo ætlaði ég bara að mæta Rubba þessu af og klára þetta. En það fór ekki alveg þannig og ég sem sagt þarna 17 ára gömul og segi frá og fer til sálfræðings í kjölfarið sem að tilkynnti til barnaverndar vegna þess að ég var ekki orðin 18 ára og þá fer svona bolti að rúlla inn í réttarkerfinu sem að ég hafði enga stjórn á. Og svo ég þessu önn í MI, þú veist, ég kláraði hana og svo þegar ég var bara svona búin að klára að ég hélt svona að koma þessu öll á stað og tilbúin að fara til klára sumarið í sumarvinnu og fara síðan aftur í MR, þá kemst ég að því að ég komin einhver 18 vikur á leið og orðin ólétt einhverja hluta vegna. Þannig að það breytti svolítið plönunum og ég þetta allt á sama ári sem þetta að gerast og ég einhvern veginn bara það þurfti maður svolítið að breyta kúrs sko. Einhverju hefði nú bara kiknað á þessu öllu. Já, ég bognaði. Þú bognaðir? Ég get alveg ekki það. En brotnaðir ekki? Nei, ég skil stundum ekki alveg hvernig ég fór að þessu. En á þessum tímapunkti fjölskylda mín í algjöru uppnámi og ég átti mjög góða tengda fjölskyldu sem að tók mjög vel utan mig. Og við tökum það ákvörðun, það var svo sem ekkert annað hægt að gera en að bara klára hinn helmingina meðgöngunni, þrátt fyrir að hafa ekki verið meðvituð þennan laumufarþega fyrir hann svona seint og ég ákvað þá að vera áfram fyrir vestan og fór í MI áfram, minn skóli í dag og ég á honum mjög mikið að þakka. Og þú sagðir í einhverju viðtali að heilt þorp hefði tekið við því hlutverki að standa með okkur og ala barnið upp til að byrja með. Já, mér fannst ég mjög fullorðin á þessum tíma. Skildi ekkert í því hvað fólk var að hafa áhyggjur af þessari stöðu. Svo sá ég einhverja myndir af okkur daginn og ég sagði, Jesús Kristur. Við vorum bara lítil kríli, sko. En maður kemst einmitt svo langt að þessu hugafæri. Já, ég bara rosa stór, sko. En en sonur okkar kom í nóvember sama ár og og ég verða að viðurkenna hann auðvitað bara hélt mér á beinu brautinni sko. Já, þú gera það stundum. Ég var staður að að gera vel fyrir hann. Þessi litlu hnoðrar. Já. Og svo var ég svo heppin að stjúpmamma mín ég á blóðföður sem að ég ólst ekki upp hjá en ég kynnist svona upp úr 12-13 ára aldri og þau eru mér mjög kær í dag og konan hans var dagmamma á þessum tímapunkti og þau algjörlega björguðu okkur sko og sonur okkar var komin þangað held ég 6 mánuða og við vorum bara í menntaskóla að reyna að klára okkar mál ég og barsfaður minn og svo einhvern veginn liðu árin sko, þetta algjör móða í haustnum en þessi sonur þinn orðinn fullorðinn maður í dag? Hann að verða 18 á þessu ári. Hann að verða 18 á þessu ári. Og nú horfi ég á hann og ég hugsa, einmitt. Já, einmitt. Þetta það nú alveg þannig, sko. Ég fættur aðeins og undan þér, sko, en ég verið alltaf lengi í því hlutverki að eignast börn, það er bara dreifst á 3 áratugi og það einmitt, sko, þegar ég ber saman hvað ég var að gera 14 og 16 ára gamall í fornöld, austur í Mývatnssveit með að við skildunar sem við leggjum á þau núna, þetta ólíkir heimar. Já, þetta ólíkir heimar en blessunarlega, kannski. Já, en eins og ég segi, einhvern veginn gekk þetta upp og það þurfti mörg handtök, sko, ömmur og afar og þetta vil ég meina, við stóðum okkur bara mjög vel þrátt fyrir allt. Því trúi ég. En svo þegar ég eignaðist börn seinna mér sko svona á fullorðinsaldri þá ýmislegt sem ég hugsaði já einmitt, þetta nú kannski aðeins stæðilegri veruleiki þegar maður komið með svona fætur á jörðina og eitthvað svona framundan sko. En það slær mér svolítið í þessu spjalli okkar og þú ert að koma mér svolítið óvart því að ég vissi ekki það sem þú ert að segja mér finnst þetta mjög áhugavert og en það slær mér svolítið hvað þú hefur verið orðin hókin af lífsreynslu fyrir 20. Já. Og svo ertu ekki ennþá búin að segja okkur frá því að þú rétt innbreiðar á því að þú ert samkynhneigð en þú ert þarna kannski einhverju togstreitu við sjálfa þig sálarlega út frá því eða hvað? Já, ég meina
ég vissi það alltaf innst inni að það væri eitthvað bogið við mig, sko. Þú veist, ég átti ekki marga fyrirmyndir hvað þetta var. Það var svolítið svipað eins og með kynferðisofbeldi. Það var ekkert svona, það voru ekki margir þarna úti sem ég gat litið upp til að hugsa, já, þetta þú veist, ég vissi af Pál Óskari og Siggu Beinteins. En þess utan í nærsamfélaginu fyrir vestan, þá var maður ekki með neinar hinsegin fyrirmyndir. Og þannig ég svona... Nú skerði rosa mikið úr á mörgum svið. Já, ég syndi svolítið á móti strömmu, sko. En ég svona afskrifaði þetta svolítið eins og ég væri bara tilfinningalaus. Af því ég fann aldrei svona þennan blossa sem kannski vinkonum mína lýstu þegar þær voru að deyta einhverja stráka. En ég hugsaði, já, þú veist, af því ég varð fyrir þessu ofbeldi og áföllum og eitthvað, þá hlýtur bara að vera eitthvað að. Og ég var alltaf að lemja mig niður fyrir að finna ekki þessa brjáluðu tilfinningu. Og svo þetta byrjaði ég með barnsföður mínum bara ung og þá var þetta bara mjög hentugt, sko. Þú veist, bara við vorum bara góði vinir og gott heimi í okkar uppeldi með strákinu okkar og þetta, en vorum fyrst og fremst kannski það. Og svo svona klára maður menntaskólan og reynir svona, þú veist, og þá fann ég að pottlokið var farið að fara ansi, það var farið að krauma ansi mikið undir, getum við sagt. Og samfélagi kannski svolítið farið að opnast og svona fleiri farnir að kannski koma út úr skápnum í kringum mann og svona einhverja fyrirmyndir að myndast, og þá þetta fór hausinn svolítið að banka upp og segja, heyrðu María, það er kannski allt í lagi að fara að horfast í augu við það hver þú ert, sko. Og við flytjum suður og skráum okkur í háskólanum og ég ætlaði nú alltaf að verða lögfræðingur, en var í rebel þarna gagnvart réttarkerfinu, en ég fór í sálfræði. Kannski langaði þig líka til þess að skilja? Já, það var svolítið þannig. Mér langaði að reyna að skilja þetta og sálfræðin er rosalega góður grunnur til að átta sig á fjölbreytileikanum. Það er mjög auðvelt að tengja við það að þú hefur viljað vita eitthvað. Já. En svona praktískt langaði mig í lögfræði, en ég var brjál út í réttarkjöru á þessum tíma. Og Er það eftir að þessum málið þín Já. Það endar bara í klóstinu eða eitthvað? Það endar í ákæru og 2 ára mínu lífi í bið og í dómsorðunum þar er sagt, sko, að ekkert brjóti í bága við trúveruleika Maríu Rutar, sem sagt mín, nema neitun ákærða, og hann sem sagt neitar fyrir dómi þrátt fyrir að hafa játað fyrir öllum öðrum í kringum okkur. Þannig að það bara viktar. Og það er bara þannig með þessi mál. Sönnunarbyrðin er þannig að... Stígu engin vitni fram fyrir dómi sem hann hafði játað? Jú, fullt. Hvað er þetta að segja? Þetta var bara þessi tími, held ég líka. Var málun áfríðað? Nei. Og þá fattaði ég hvað ég var varnarlaus í þessu, vegna þess að ég var með alls konar hluti sem ég hefði viljað hnykkja á, af því að það sem að gerist, sko, er að þolendur upplifa það að brota vettvangurinn er líkaminn þeirra, en þau eru ekki aðilar á málinu, þau eru bara vitni. Þannig að þetta eru þetta íslenska ríki gegn viðkomandi og maður hefur engan aðgang að því. Og það er rosalega sérkennileg tilfinning. Og mér fannst alls konar í þessum, að því að maður fær líka aðgang að gögnum málsins eftir að því er lokið. Og þá þegar ég fór að lesa vitnisburð og fleira, að þá hugsaði ég, ég er með fullt af vitnum öðrum sem geta vitnað hitt eða þetta. Og þá þurftum við svolítið að standa frammi fyrir því, sko, ætla ég að vera fixeituð á þetta alla ævi eða reyna að finna leiðir út úr þessu, halda áfram einhvern veginn. Og mér fannst þetta að vera búið að ræna mig svolítið miklu, þannig að ég ákvað að reyna að nýta röddina mína til góðs og var með svona fyrstu talskunum druslugöngunar á Íslandi og var svolítið fixeituð á þessa baráttu mjög lengi. Og að rjúfa þögnina og búa til svona samfélagslega vitund
ofbeldi og kynferðisofbeldi og hvað það þýðir og ég tók alveg 5-6 ára mínu lífi þar sem þetta voru mínar ær og kýr og ég hugsaði ekki annað. Svo kemur að þessum tímapunkti að í nafni þess að kannski halda áfram og fá einhverja sálaró að henda, leggja keflið í hendur annara og ég gerði það og það var líka mjög hollt og gott að komast út úr þessu líka. Já, en mér dettur í hug að þetta sé einmitt mjög mikilvægt fyrir okkar samfélag að þingmannahópurinn okkar sé fjölbreyttur og hann samanstandi af einstaklingum sem sumir hverjir eins og þú ert að lýsa hér búir yfir flókinni, sárri reynslu, erfiðri reynslu. Þarna ert þú búin að lýsa þér í rauninni sem utangarskonu að vissu leyti mannesku að berjast við kerfið. Þú fæðist ekki með silfurskeið í munni, þú forgjöfun ekki, það rignir ekki yfir því gulli, þú ert þarna búin til, þú verður til af baráttu og mótlæti og þú tilheyrir minnihlutahópi þegar kemur að kynhneigðinni. Ertu ekki þakklátt fyrir þetta allt saman í dag? Jú, ég er það og þó svo reynslan hafi oft verið sársaukafull og stundum. Stækkaði það ekki sem manneski? Jú, ég meni ég er 35 ára og og ég held að hluta því að upplifa svona hluti á eigin skinni mjög snemma er að það hefur dýfkað mig mjög mikið og þess þá heldur svona finnst mér stundum sko fókus stjórnmálana og fókusinn hjá okkur sem samfélag vera mjög rangt stiltur. Ég hef kallað mikið eftir því að við hlúum betur að þessum mannlegu innviðum eins og við gerum gagnvart þessum fýsísku. Vegna þess að samfélag okkar samanstendur af fólki sem allt fólk á sína sögu. Og við göngum öll í gegnum alls konar. Ég held að séu fáar mannesku sem komast upp með það að lifa lífinu án sársauka, áfalla og stóra spurninga. Við eigum einmitt öll okkar sögur og það er ekki fyrir en maður heyrir sögurnar sem maður tengir og fyrir við nálgumst. Við erum sagna þjóð, við viljum heyra sögur hvers annars. Og bara, ég hef oft sagt að ég sem manneski er auðvitað bara summan af þeim reynsluheimi sem að ég hef upplifað og þá er þetta bara spurningi hvernig ætlar að nota það sko, hvernig ætlar að snúa vörn í sókn, svolítið og ég auðvitað ekki það er alveg ástæði fyrir því okkur ég hef barist fyrir niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu til dæmis. Það er bara ég hef reynt það bara á eigin skinni hvað það kostar að tjasla sér saman eftir svona hluti. Ef maður ætlar að gera það vel á annar borð, ef maður ætlar ekki að skauta yfir sársaukann og horfast í augu við hann þá mun það kostar tíma og peninga og er ekki aðgengilegt fyrir alla og það er það sem að græti mig mest þegar ég finn það, biðlistar eftir sálfræðiþjónustu innan opinbera kerfisins er langur. Stutta sagan er svo að Þorgerður Katrín, þinn formaður, kom þessum máli í gegn, Bjarni sagði ok, en það fylgdu aldrei peningar. Þannig að þetta er ekki orðið að reynd, þrátt fyrir að lagasetningin hafa voruð fyrir mörgum árum. Já, og þú getur kannski hugsað hvers konar samstarf það var fyrir mig og Þorgerði að skrifa þetta mál á sínum tíma vegna þess að ástæðan fyrir okkur ég fór út í stjórnmál á sínum tíma var þetta, að ég sá bara á eigin skinni hvers virði það er að geta unnið þessa vinnu. Þarna er kveikjan. Þarna gerist það. Já. Og bara við vitum að fyrir hverja krónu sem við setjum inn þarna fáum við 10 tilbaka. En því miður virka stjórnmálastundum þannig að það er bara hugsað sko útgjaldahliðina. En ekki hvað þú sparar til lengri tíma með því að tryggja þetta aðgengi vegna þess að ég hef hitt allt og mikið af fólki sem situr með sársaukann fastan innan í sér. Já. Og vantar að finna leiðir til þess að koma svo út og ég staldraði mjög mikið við þegar ég horfði til dæmis á það að mér minnir að þegar við vorum að skrifa þetta frumvarp á sínum tíma 2018 þá er 48% af öryrkja vegna andlegrar örorku. Já. Og ég hugsa að það er eitthvað skakt hér sko. Já. Hvernig við forgangsröðum
fjármunum, aðstoð og svo framvegis. Og ótrúlega sorglegt fyrir ekki að ég gríp frammi fyrir þér, en ótrúlega sorglegt að það sé skipt eftir efnahag fjölskyldna. Hverjir hafi efna á að heila sig og hverjir ekki í kjölfar áfalla eða annars. Það er svo jafn óíslenskt eins og manni finnst að geta orðið. Sko. Já, af því að þetta er náttúrulega bara, mér finnst samfélagslegi ágóðin svo augljós. Svo er það, já. Og ég tók það ákvörðum sjálf. Ég var ekkert með neina fjárhagslega meðgjöf, sko. Nei. Ég bara fór ekki í útskriftarferði í menntaskóla því ég var að kaupa mér sálfræðitíma og ég var, Varstu svona ansi... Það var einhver svona skynsemi. Ég veit ekki hvað það var. Það er alveg ótrúlegt með við ungan aldur. Og ég flaug suður bara einu sinni mánuði til þess að fá hjálp vegna þess að hann var ekki að fá fyrir vestan. Viltu nefna þann sálfræðing sem hjálpaði þér mest með nafni eða viltu hafa það bara fyrir þig? Hún heitir Ragna og ég er búin að vera hjá henni síðan ég var 17 ára. Ég þekki hana. Já. Á Laugaveginum? Á Laugaveginum. Já, hún er geggjuð. Og ég bara mæti núna til hennar svona einu sinni 2 ári svona eins og fór með bílinn í skoðun. Já. En með henni er ég búin að fara í gegnum ansi margt og horfast í augu við sjálfa mig og það eru þetta stærsta gjöfin sem að maður getur gefið sér. Það er að fjárfesta svolítið vel í því. En Sú sem vinnur svona aktivt í sjálfur sér, hún getur líka að gefa sínu samfélagi margt tilbaka. Ég vona það og það eru þetta kannski ástæðan fyrir okkur ég bauð mig fram. Já. Og er þakklátt fyrir það traust að vera orðin kjördæmakjörinn. Þingmaður núna, það er að vonandi geti miðlað þessari reynslu og reynda að þoka hlutunum svolítið áfram vegna þess að mér finnst líka allt og margt að vera fast í einhverjum svona skotgröfum og fyrirfram mótuðum fordómum oft finnst mér í garð ákveðina stjórnmála flokka eða samfélags eða bara atvinnustétta eða annars sko. Mér finnst við allt og mikið upptekin af því að útrópa hvort annað og minna í því að tala saman og það er kannski svolítið það sem ég finna er svona mitt erindi að það er að reyna að mæta því svolítið og ég geri það í mínu kjördæmi og hvert sem ég fer að staðin fyrir að mæta og fundi með fyrirfram mótaðar skoðanir þá reyni ég að hlusta og ég er kannski með svona eina reglu og hún er svo að ef ég tilheyri ekki einhverjum hópum að þá legg ég frika við hlustir að því að ég er hinsegin kona ég er hinsegin og ég er kona og ég er þolandi ofbeldis og allt þetta ég á þennan reynslu heim þannig að mér finnst ég alveg með sanni geta talað fyrir röddu en svo er alls konar reynslu heimar sem ég lifi ekki og þá finnst mér mikilvægt að hlusta frekar en að segja viðkomandi hvernig lífið er í raun sko. Já. Þú kláraði BA-prófið þitt í sálfræðinni og svo fórstu í eitthvað diplómanám opinberri stjórnsýslu er það ekki? Og síðan hefur þessi pólitíska braut hún hefur opnast þú lengi verið aðstofamaður Þorgerðar Katrínar ertu orðin þingkona núna búin að bæta við 2 börnum ekki satt frá því kona mín sá dreng fyrir 18 Já, ég hef ekki gengið með fleiri börn en kona mín Ingileif Friðriksdóttir sem er bara mín mesta gjöf það er að hafa kynst Ingileif og talandi þessar tilfinningar ég hélt að ég væri tilfinningalaus svo er aldeilis ekki, ég er með mjög mikið af tilfinningum það reyndist mikill góða sprunnur það alveg sprakk allt sko og sem betur fer af því að ég held að við séum flest með tilfinningar það er eitthvað en ég hef oft sagt að sko svona í gríni sko af því að ég kem úr mikilli sjálfstæðisflokks fjölskyldu og talandi að synda á móti straumnum þá er ég ekki þar og ég oft grínast með að ég reyndi jafn mikið að vera gagnkynhneigð og ég reyndi að vera sjálfstæðismaður þetta bara gekk ekki alveg upp fyrir mig og það getur neymdroppað einum sögufrægum ættingið einum í sjálfstæðisflokknum honum Einari Oddi Einrótu var mikil fyrirmynd og það var gaman þegar ég fór í kosningabaráttuna núna í Norðvestur að hans svona andi svífur enn yfir og fólk talar ennþá það hvernig hann nálgaðist viðfangsefnin sín. Þú tapar ekki á því að vera skild honum? Nei og ég tapa heldur ekki á því að hafa lært af þessu góða fólki og Hvernig eru þið áttu skild? Amma mín Jóhanna var systir hans. Einmitt, akkurat. Og svo náttúrulega fólki sem ég flutti til Reykjavíkur þegar ég fór í MR voru Illugi Gunnarsson og Brynhildur, dóttir hans Einars.
Hann var nú ráðherra menntamála hér og þingflokksformaður í Sjálfstæðisflokknum. Já. Og svo bróðir Binnu var á þingi bara fyrir Sjálfstæðisflokkinn okkur til í fyrra, Teitur Björn Einarsson. Þannig að þetta er allt frændgarðurinn, sko. Já. Og okkur hefur tekist bara mjög vel til að halda matabúð og halda frið, sko. Þrátt fyrir að ég hafi valið að vera í Viðreisn, sko. Þú ert Evrópumanneskja. Já, ég er orðin það. Ég fór ekki í Viðreisn út af því. Nei, hvað var það þá? Ofbeldismálinu og jafnrétti. Mér fannst stressandi að þarna veri komin frjálslyndur flokkur sem að talaði líka ofbeldi og jafnréttismál og svona þessi mjúkumál. Þau voru þarna með slógan 2017 hægri hagstjórn vinstri velferð sem ég veit að fyrir oft í taugarnar á fólki. En það kallaði á mig og ég hafði verið mjög svona pólitískt munaðarlaus með mína reynslu inn í Sjálfstæðisflokknum. Mér fannst ekki hljómgrunnur fyrir mínum hjartansmálum þar. Og mér fannst skorta skilning á kannski þeim málaflokkum. Og svo man ég bara þegar ég held að það hefði verið Obba, Þórberg Sigríður, sem að bara, ég fór á einhvern opinn fund hjá Viðreisn svona í Kyrþey, í Laumi, sem fjallaði hegningalögin. Og þau lögðu fram breyttir skilgreiningu á nauðgunarákvæðinu, þannig að nú er samþykki í forgrunni. Og mér fannst mjög hressandi af því ég er svona efnahagslega þengjandi hægra megin, kannski, að vera að koma með flokk sem að gat balansera þetta tvennt. Svo, en Evrópusambandi fyrir mér var pínu svona, er ég Evrópusinni, ég náttúrulega, eins og margir kannski alin upp við í samfélagi þar sem að er alið á tortryggni, gagnvart því. Og og þannig ég fór bara að leggja við hlustir og svona afbaka kannski svona einhverja fyrir hugmyndir möppudýrin í Brussel, sko. Og er mikill Evrópusinni í dag. Kannski er mókin ekki alltaf að segja manni satt. Nei, ég held að aftur, þetta er mér skotgrafirnar, sko. Ég held að sé bara allt í lagi að tala þessa hluti bara með köldum haus, sko. Í hvaða lið ætlum við að vera, hvernig ætlum við að tryggja okkar hagsmuni. Mér finnst mjög sérkennilegt að við viljum allir vera í EES og taka á móti gæðunum sem því fylgir. Og svo kvartaði yfir öllu reglugerða farganinu sem við fáum yfir okkur, en við viljum ekki eiga sæti við borðið til þess að hafa áhrif á það. Mér finnst það eitthvað pínu skakt. Vegna þess að þrátt fyrir að við séum smáríki, þá vinna Evrópusambandsþjóðirnar í blokkum og vinna mikið saman að sameiginlegum hugsjónum mannréttindi, frelsi, jafnrétti, lýðræði og ekki veitir af í dag. Þannig að mér er alltaf fundist pínu skakt, sko, að við viljum þiggja öll gæðin en ætlum ekki að taka þátt í að móta þau og svo verðum við svo hissa þegar eitthvað kemur sem að kannski hendar ekki okkar hagsmunum og það er kannski vegna þess að við erum ekki að sinna þessari hagsmunagæslu sem við gætum verið að sinna þarna úti. En þetta er engin lausn og mér fannst mjög skemmtilegt í kosningabaráttunni núna að upplifa það þegar við í Viðreisn auðvitað bara áttum okkur á þeim efnahagslega veruleika sem blasir hér við, að við þurfum að taka til hér heima í efnahagsmálum ríkisins og svona, að það fór ótrúlega í taugarnar á minnihlutaflokkunum núna að við værum ekki að tala Evrópusambandið alla daga, þannig að þeir settu bara Evrópusambandið á flettiskildi hér í bænum og fóru að vara við inngöngu og allt þetta, þegar við erum einfallega bara að segja, herðu, þjóðin á að ráða þessu. Svolítið hlálegt að þroskum svolítið umræðu. Svolítið hlálegt á landsfundi Sjálfstæðisflokksins að heyra hvað ræður margra hverfust þennan höfuðandstæðing Íslands á þessum, sko, brothættu óvissu tímum þar sem að fólk er að skilgreina varnarstöðu Íslendinga upp á nýtt og bara öll okkar utanríkismál. Já, ég held að aftur þarna þurfum við að koma okkur pínu upp úr gömlum skotgröfum og dusta eða svona leggja þessum leikbókum pínu í hillunni. Ég meina þessi umræðum að hagvöxtur finnist ekki í Evrópu og meðaltal, þú veist, að atvinnuleysi sé svo mikið, þú veist, þetta er allt einhver meðaltöl. Ég meina þú finnur ekki meðalhita í Evrópu. Nei. Það er heitt á sumum stöðum og kalt á öðrum. Það sama á við efnahagslega stöðu ólíkra ríkja innan Evrópusambandsins. Og mér finnst þetta svolítið svona hvolfast utanum
utanum einhverja retorík sem ég held að við sem þjóð þurfum að þroska okkur pínu upp úr og ræða bara staðreyndir málsins á öfgalausan hátt og það og við eldheita Evrópusinna og eldheita andstæðinga. Ég held að við þurfum pínu á hagsmunum með okkar stöðu með köldum haus. María Rut, það var gaman að heyra þína pólitísku ástríður núna í lok samtalsins og mjög lærdómsríkt fyrir mig að heyra brot af persónusöguðinni og ég vissum að hlustendur og áhorfendur þeir kunna að meta heiðarleika þinn, einlægni og hvernig þú hefur þorað að stíga hér inn í þína fortíð og lýsa henni. Þetta viðtal kemur sjálfum mér í opna skjöldu. Ég hélt við værum að fara að tala um eitthvað allt annað og það er það sem er svo stórkostlegt þegar tveir einstaklingar hittast og taka tal saman yfir kaffibolla að ef fólk er það sjálft þá bara leiðir það okkur á einhverjar góða brautir og ég vissum að margir sem að hafa hlustað á þig þeir geta lært af þinni sögu og þínu viðhorfi og mér hefur fundist í kynasti hratt þennan klukkutíma sem liðin er síðan við settum stingað og ég er mjög þakklátt fyrir það. Já, bara takk fyrir og þegar öll á botnin kvöld þá erum við bara við sjálf. Það er það ekki? Jú. Kæra þakkir. Takk. Og við förum yfir í aðra sálma, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitt húsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigsskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.